Þannig að 2 tap í Kórnum, hvernig bara gerir þetta? Bara þess að ekki tapa þessu leik. Svona mér fannst fyrri hálfleikurinn ekki nógu góður hjá okkur og svo fáum við mark þarna í seinni hálfleik en svona eftir það vorum við með leikinn svolítið í okkar höndum. Skorum gott mark og upp úr því erum við einhvern veginn að herja á HK. Þeir fá eina bara skyndisókn held ég upp úr því mómenti og skora fyrir utan teig. Þá vorum við búin að reyna allt til þess að komast yfir einhvern veginn og mikil orka í það. Og þú veist, við reyndum í lokin en náðum bara ekki að fá nógu gott færi eða skota markið til að jafna. Svekkjandi að missa þetta strax niður? Þú veist, já, mér fannst bara einhvern veginn þegar HK skoraði seinna markið að við erum með mómentið með okkur þá. Þannig að það mjög svekkjandi. Við vorum nýbúin að fá dauðafæri inn í teig og veist, við fáum eitt færi, sennilega betra færi en HK skorar upp úr hinum megin 3 mínútum áður en þeir skora og þannig að það svekkjandi. Ná ekki að nýta færin og fá síðan eitt í bakið sem bara verður sigurmark leiksins. Þú veist, heilt á litið ánægður með frammistöðuna? Já, svona þokkalega. Seinni hálfleikur fín, fyrri hálfleikur fannst mér ekki nógu og fannst mér bara ekki nógu grimmir. Ekki alveg nógu tilbúinir einhvern veginn í baráttuna. Þannig að en já, burtséð frá úrslitunum viðbröðinu við að fá fyrsta markið á sig og komast sér aftur inn í leikinn, mér finnst það gott. Og já, þokkalega sáttum við frammistöðuna, það vantaði einhvern heslumun samt til að skora. Óli Ísól með margar stóra vöslur í leiknum, hversu bara stertir að vera með svona mann á milli stangana? Já, hann bara besti markmaðurinn í deildinni, það er bara engin spurning um það. Og það er bara ómetanlegt fyrir okkur og við getum byggt svolítið von á því. Hann er nýbúinn að semja við okkur og við erum í vinnu við að bæta hópinn og semja við menn sem við ætlum að hafa áfram eða svona sennilega flesta, kjarnan af þessum leikmönnum og halda áfram bara að byggja upp fyrir næsta ár og næstu ár. Hann virtist eitthvað kveinka sér alltaf undir lokleiks, eitthvað alvarlegt? Ekki svo ég viti, hann er ekki búinn að kvarta allavega núna en hann fær náttúrulega slæma tæklingu á sig og hann kemur bara allt og seint inn í þetta og bara ljótt brot. Vilja sjá eitthvað spjald vera á loft, mjög rautt? Nei, ég er ekkert að biðja einhver rauð spjöld. Mér finnst hann kemur bara seint inn í þetta. Síðan er það bara ákvörðun dómarans og hans mat og maður verður bara virða það. 4 leikir eftir, þeir eru með 22 stig minnir mig. Hvernig bara lagst loka spretturinn í? Ágætlega. Það hjálp, þú veist. Þetta eru svolítið innbyrðis leikir, þú veist, í dag á móti HK og þú veist, ef við allavega fengið jafntefli þá væru við svona meira inn í þessu, myndi ég halda. En við bara stefnum á að klára mótið vel og svo bara sjáum við hvar við erum eftir 22 leiki og tökum stöðuna þá. Þú ert að horfa frekar upp, frekar niður? Já, það er svona í mínu eðli bara að gera það. Lítið verið að spá í eða bara yfir höfuð í töflunni. Við bara erum einhvern veginn á þeim stað að við þurfum að hugsa okkur sjálfa og reyna að bæta okkur bara sem lið og fótboltamenn og erum að einhverju leyti að horfa aðeins lengra en bara þetta tíum. Takk hérlega.